Það eru Hulda, til hamingju með þennan sigur. Var þetta eins og áttu vona fyrirfram? Nei, alls ekki, sko. Við komum bara inn í leikinn, vorum að búast við alveg, við vissum ekkert við hverju áttum að búast við. Þannig við komum bara og gerðum okkar besta, sko. Það lokaði svolítið á miðjuna hjá okkur, sem var svolítið sjokkirandi fyrir okkur, en við reddum okkur einhvern veginn. Og auðvitað er þetta búið að vera skrítið tímabil. Þær voru búin að spila einn leik fyrir áramót og einn leik núna. Þær unnu fyrsta leikinn sinn en töpuðu síðan. Þannig að þið kannski vissuð ekkert svona þannig sé á hverju þið áttu von á, eða hvað? Já, nákvæmlega. Við ætlum ekkert að vanmeta þær og mættum bara og já, sigrum. Herri, ég verð að fá að spyrja þið út í hálfleiksræðuna hjá Ólöfu. Mér sýndist þið koma ansi grimmar til leiks strax í seinni hálfleik. Var hún með einhverja hárþurrku í gangi eða? Hún sagði okkur bara aðeins að slaka á og hafa bara aðeins gaman að þessu og bara hafa gaman að þessu og svona mæta og vera aðeins ákveðnir. Já, þannig að ræðan allavega skilaði sínu. Þið komuð allavega mun grimmari til leiks og þetta var í raun kannski aldrei spurning hvernig þetta myndi enda. Nákvæmlega. Við bara önduðum djúpt og heldum áfram. Bara áfram gakk. Og bara framhaldið, hvernig lítur það? Hver ykkar markmið fyrir tímabilið? Bara bæta okkur og stefna bara upp á við, bara halda áfram að berjast og gera okkar besta. Stefna upp á þið, ertu að tala að fara upp í Dominos eða hvað? Já, stefna maður ekki svo sem alltaf á það, en já, bara bæta liðið og svona, við erum náttúrulega ungar. Herru, flott, takk fyrir. Já, takk fyrir.